Séra Halldór Gunnarsson, prestur í Holti í Rangárvallasýslu, gestur minn í Návígi í kvöld. Ég ætla að ræða við Halldór sérstök tengslans við biskupsmálið svokallaða, en áður en séra Ólafur Skúlason var kjörinn biskup var Halldór einlægur stuðningsmaður hans. Svo mikla trú hafði Halldór á Ólafi Skúlasyni að hann neitaði að hlusta á móður sína þegar hún sagði honum frá því að ung stúlka hefði komið til hennar og trúaði henni fyrir því að séra Ólafur Skúlason hefði reynt að nauðga henni. Þessi unga stúlka var Sigrún Pálína Ingvarsdóttir. Það var ekki fyrir en mörgum árum síðar að séra Halldór áttaði sig á því að móðir hans hafði sagt honum satt og þá beitti hann sér fyrir því að séra Ólafur Skúlason segði af sér embætti biskups. Því fylgdu mikil átök, en þegar hann leitaði aðstoðar nokkura háttsettra embættismanna eins og Davíðs Oddssonar, Vigdísar Finnbogadóttur og Þorsteins Pálssonar var fátt svör. Ekkert þeirra sinnti ákalli hans. Við Halldór ætlum að ræða þetta mál, stöðu kirkjunnar í dag, ný lög hjónavígslu samkynhneigðra og einnig óánægja hans með þau orð Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðherra þegar hún sagði fyrir í sumar að hún hefði íhugað að segja sig úr þjóðkirkjunni. Við Halldór ætlum einnig að ræða spillinguna sem hann segir þrífast í íslenskum stjórnmálum. Velkomin, séra Halldór. Já, þakka þér fyrir. Mér langar aðeins að byrja bara á árinu 1980 þegar að þú fær fyrst veður af kynferðisbrotum séra Ólafs Skúlasonar og þegar að móðir þín kallaði þig á sinn fund. Já, ég get ekki gleymt því. Nei. Það var ekki auðvelt. Eins og þú sagðir, þá var ég stuðningsmaður Ólafs Skúlasonar og ég taldi örugt að hann yrði kjörinn biskup eftir Sigurbjörn Einarsson. Og móðir mín kallar mig til sín sem að var í rauninni sú sem hafði kallað mig til þess á sinn hátt að ég yrði prestur. Og hafði alltaf þá trú að ég myndi verða prestur þó ég hafi í rauninni ekki ætlað að verða það. Hún hafði kveikt á kertum og sagðist kalla mig til mikillar ábyrgðar að Ólafur Skúlason væri að bjóða sig fram til biskups og hún hefði vitneskju það að hann hefði reynt að nauðga konu í Bústaðakirkju í lokuðu herbergi og þessi stúlka hefði komið á barnageðdeild Hringsins þar sem móðir mín var húsmóðir eða vann í eldhúsi. Og ég brást þannig við að ég taldi að móðir mín hefði verið að tala við bilaða konu. Hún var þeirrar gerðar að hlusta á fólk og vilja hjálpa því. Og ég gat ekki með nokkru móti trúa þessu og ég brást þannig við að ég stóð á fætur og sagði leiðileg orð við móður mína það að hún mætti aldrei nokkuð tíman minnast á þetta á ný. Hún hefði verið að tala við ruglaða konu og ég vildi ekki heyra þetta meir. Og ég gerði það sem verra var að þegar ég fór út þá skellti ég hurð. Og það sem verra var að eftir á að hyggja þá held ég að móðir mín hafi orðið mér svo reið og sár að ég man ekki eftir því að hún hafi komið til guðþjónustu til mín eftir þetta. Og þetta sem sagt bar ég og hugsaði það. Og þetta var mér svo erfitt að gera þetta upp bara strax við biskupskjörið að ég kaus Ólaf Skúlason en ég bað drottinn þá leiðsögn að ef þetta væri rétt að þá hann ekki kjörinn. Sem var raunin? Já, það var dálítið sérkennilegt að tapa kosningu með 1 atkvæði og 2 eða 3 atkvæði týndust. En á þessum tíma, þarna ertu, eins og við sögðum áðan, mikill og einlægur stuðningsmaður Ólafs, en síðan fara að koma brestir í þá trúðina á sér Ólaf og það nokkuð öflegaríkt 1996 þegar að ásakanir Sigrúnar Pálínu og fleiri kvenna eru gerðar opinberar. Já, það var nú í rauninni fyrr að þegar Ólafur býður sig síðan fram í seinna skipti
síðla árs 1988. Móðir mín deyr í byrjun árs 1988. Að þá stend ég frammi fyrir þessari spurningu hvað ég eigi að gera. Og þá gat ég ekki undir nokkrum kringumstæðum kosið Ólaf og ég var að berjast með sjálfum mig hvað ég ætti að gera og flytja þá þennan vitnisburð móður minnar. Og ég talaði það við nokkra presta hvort ég ætti að gera það og þeir töldu að það væri í rauninu útilokað við þær aðstæður sem þá voru, enda var það þannig að það var ennþá að menn töldu að þetta væri eitthvað sem hefði ekki í rauninni verið svona alvarlegt og að hann kom jú ekki fram vilja sínum og þetta hafi verið einhver misskilin stund tveggja aðila. En ég gat ekki hugsað mér að vera við vígslu Ólafs þegar hann var vígður biskup og ég sagði mig úr trúnaðarstörfum sem ég var þá í og síðan þegar þessi stund kemur upp 1996 í febrúar að þessar ásakanir koma fram frá þessari konu, Sigrúnu Pálínu, að þá skrifaði ég strax biskupi bréf það að hann yrði vafans vegna að víkja og hreinsa sig af þessum ábyrgði. Og hver verður viðbrögð hans við því? Já, hans viðbrögð voru fyrst að hann neitaði þessum bréfi sem ég hafði skrifað. Já. Næst gerist það að Sigrún Pálína hringir í mig og þakkar mér fyrir að hafa skrifað þetta opinberlega að hann yrði að víkja tímabundið til þess að hreinsa sig af þessum málum. Já. Og í lok samtalsins þá spurði ég hana hvort hún hefði þekkt Svövu, móður mína, og hún kannaðist ekki við það fyrst, en þegar ég sagði að hún hefði unnið á barnageðdeild Kringsins, þá hrópaði hún upp og sagði að hún væri konan sem hefði tekið á móti sér eftir að þetta gerðist. Og þarna áttarðu þig fyrst á því að Sigrún Pálína er konan sem að móðin sagði frá 1980. Já. Og ég talaði nú þá ekkert meira við hana nema ég sagði bara við hana að ég myndi gefa rannsóknarlögreglunni skýrslu þennan vitnisburð móður minnar vegna þess að á þeim tímapunkti var verið að sækja Sigrúnu með 2 lögfræðingum frá Ólafi. Hann kærir Sigrúnu og fleiri konur. Já. Þú ert kallaður einmitt í skýrslutöku og ég er hérna með skýrsluna. Arnar Jensson tekur að þið skýrslu þar sem hún gerir mjög ítarlega grein fyrir þessu máli og þá gerur grein fyrir orðum móðurinnar og þinni sannfæringu að Sigrún Pálína sé að segja satt og rétt frá. Og síðan þegar þessi vitnisburður hafði verið gefinn þá tók ég loforð af rannsóknarlögreglumönnum það að þessi vitnisburður minn væri ekki borinn út og alls ekki til Ólafs nema ég fengi það að vita áður. En annað gerðist? Já, annað gerðist. Síðan er náttúrulega heilmikil umfjöllun málið og þetta verður alltaf erfiðara og það bara endar þannig að þegar í rauninni staðan var orðin svo slæm að Ólafur hafði heitið eða boðið að leggja hönd á Biblíu frammi fyrir prófostum og ég var orðin sannfærður það að vafans vegna yrðan að segja af sér að ég hringi í Sigrúnu og spyr hana það hvort hún geti gefið mér sambærilegan vitnisburð eins og Ólafur hafði boðist til að gefa prófostum. Og hún gerði það og þegar ég fékk þennan vitnisburð hennar sem var örfáar setningar. Hann er í rauninni mjög einfaldur og þetta er vitnisburður reyndar sem þú sendir þeim háttsetta embættismönnum sem og ég greindi frá áðan, en svona í stuttumáli segir hún, ég Sigrún Pálína Ingvarsdóttir sver við Guð almáttugan og kalla hann mér til vitnis að ég segi sannleikann og ekkert nema sannleikann þegar ég segi að séra Ólafur Skúlason hafi reynt að nauðga mér þegar ég leitaði til hans sem prest í Bústaðakirkju árið 1978. Já. Og með þennan vitnisburði í hendi sem mér fannst vera með svo sérstökum hætti að það væri ekki hægt að líta fram hjá honum, að þá fer ég á fund Ólafs Skúlasonar og ræði við hann það
að hann verði að segja af sér og ég muni flytja þennan vitnisburð á prestastefnu og fara fram það ef hann verði ekki búinn að segja af sér að leggja fram tillögu það á prestastefnu. Hann brást reiður við þessum orðunum og hann vitnar í skýrslu eða þinn vitnisburð hjá lögreglunni. Hvernig, þú veist ekki hvernig hann fékk þær upplýsingar frá rannsóknarlögreglunni? Nei, það vilst hafa lekið til hans. Undir lok samtalsins sagði hann mér það og ég náttúrulega, mér brá mjög við það. Vegna þess að þá var orðin trúnaðarbrestur það sem mér hafði verið lofað frá rannsóknarlögreglunni. Þegar að styttist eða líður að prestastefnu og þú ert nokkuð ákveðin í því og tilkynnir það að þú ætlir að segja frá því hvað hefði gerst og segja frá orðum móður þinnar. Ég lét vígslubiskupa vita það að ég myndi flytja þessa tillögu að hann yrði að segja af sér með vitnisburði móður minnar og vitnisburði Sigrúnar. Og daginn eftir að ég talaði við vígslubiskupa þá hringir Ólafur til mín og bannar mér sem biskup að mæta á prestastefnu og þá segi ég honum að hann sé ekki minn biskup lengur og ég telja hann alvarlega veikan, hann sé psykopat. Þú segir að hann sé psykopat í símann? Já. Og hvernig brást hann við? Já, það var ekkert gaman að heyra það, þannig að það voru bara mikil hljóð. Hann sagði að hann vildi hvorki heyra þinni sjá aftur og þú ættir ekki að koma á prestastefnu. Síðan ferðu á prestastefnu. Já. En þar áður hafði átt sér stað samningafundur milli þín og Ólafs, þar sem Ólafur lofaði þér því að hann myndi segja af sér embætti. Já, sko, í framhald af þessu 6 mánuði síðar, ef þú flyttir ekki þetta mál á prestastefnu. Já, það var í rauninni þannig að ákveðin trúnaðarmaður Ólafs hafði samband við mig og fór að semja við mig það hvenær Ólafur myndi segja af sér. Og ég var mjög harður í því að hann yrði að segja af sér strax. Og þessar samningaviðræður enduðu með því að Ólafur myndi segja af sér í lok árs og tilkynnið á prestastefnu. Hvað gerist á prestastefnu? Og ég lofaði að fara þá ekki fram með málið. En hvað gerist þá á prestastefnu þegar hann í upphafsræðu sinni tilkynnir að hann ætli ekki að hætta í lok árs heldur sitja 18 mánuði í viðbót? Þá bregst þú við? Já, þá var hvort tveggja að samningamaðurinn hafði ekki mætt á prestastefnu og hitt að ég horfðist í augu við að hann hafði svikið þetta sem hann hefði lofað þessum samningamanni. Og ég var ákveðin á þeirri stundu að flytja tillöguna en Þorsteinn Pálsson talaði á þessari prestastefnu og hvatti kirkjuna að láta kyrrt liggja og þetta yrði að vera niðurstaða þessa máls að Ólafur hefði sagt af sér á þessari prestastefnu. Þú gafst ekki unna við það, þú fluttir málið á prestastefnu og sagðir frá orðum móður þinnar og þeim ásökunum sem að hluta. Já. Og hver voru viðbrögð Ólafs því að hann var á staðnum? Já, hann leið og ég hafði beðið orðið síðast á prestastefnu og þá hafði ég einnig undirbúið vígslubiskup Sigurð það að þetta, ég myndi gera þetta og að prestastefnunni yrði lokað og Ólafur hafði farið baka til og þegar ég sem sagt sagði örstutt frá þessu ekki alveg til enda og sagði frá því hvernig Ólafur hafði talað við mig að banna mér að koma á prestastefnu. Þá kom hann hlaupandi fram eldrauður og steytti hnefa og sagði það var þegar hann kallaði mig psykopat. Hann kallaði þetta 3 sinnum yfir prestastefnuna og ég í rauninni við þessar aðstæður þá limpaðist ég alveg niður og horfðist í augu við á því andartaki að hann var svona alvarlega veikur. Að þessu loknu ferðu heim í Holt og ákveður að skrifa Þorsteini Pálssyni kirkjumálaráðherra bréf, Davíð Oddssyni, eða með afriti Davíðs Oddssonar, Vigdísar Finnbogadóttur og vígslubiskupa, í vonum að þau myndu beita sér í því að Ólafur segði af sér kirkjuna vegna. Já, með þennan vitnisburð Sigrúnar þá fannst mér ég algjörlega bregðast henni ef að ég fylgdi þessu ekki eftir alveg til enda. Og á þessum tíma var kirkjan
undir stjórn ríkisins. Þannig að kirkjumálaráðherra stjórnaði biskupsstofu og forseti Íslands skipar biskup og að málið væri í rauninni ríkisstjórnarmál. Þannig að ég lagði þetta, skrifaði bréf með afriti til þessar aðila þar sem ég rakti allan málatilbúnaðinn og með þeirri úrlausn og að í rauninni það yrði að sitja biskup af. Og ég baði í rauninni ríkisstjórnina og Þorstein það að fylgja því eftir. Og þú fyrst engin svör við þessu bréfi? Nei. Og engin viðbrögð? Nei. Mig langar aðeins að spyrja þig það sem gerist í framhaldinu, því að nú þetta mál komið upp aftur. Ekki síst þegar að Guðrún Ebba kemur fyrir kirkjuráð. Og mig langar fyrst að spyrja þig að því, af því að það má segja að seinagöng kirkjunnar hafi vakið mikla athygli og hvernig kirkjan hefur brugðist og sérstaklega yfirstjórn kirkjunnar hefur brugðist við í málum bæði Guðrúnar Ebbu og Sigrúnar Pálínu og fleiri kvenna. Hvers vegna var ekki tekið fyrir á móti Guðrúnar Ebbu? Ég vil nú ekki alveg fara svona hratt yfir vegna þess að það gleymist að Ólafur Skúlason var biskup og í framhaldi af þessu var verið að vinna að þjóðkirkjulögum og við setningu þjóðkirkjulagana þá sett inn ákvæðum úrskurðar og áfrýjunarnefnd sem getur tekið á svona málum og þessar nefndir voru settar inn til þess að taka á málum sem getur komið upp gagnvart biskupi. Og þetta gerist, þetta er það góða sem gerist í framhaldi af biskupsmálinu. Já, ég má tala það af því að þetta er það sem kirkjan gerði. Þetta er það sem kirkjan gerði. Og kirkjan strax 96 í framhaldi af þjóðkirkjulögum eða 97 þá setta starfsreglur meðferð kynferðisbrota og það unnið að þessu á svo eðlilegan og réttan hátt eins og mögulegt var. En þá spyr ég þig aftur, hvers vegna þið hafið unnið þessa vinnu, þið setið nýja reglur og annað í þeim dúr. Dóttir biskups, fyrrverandi Ólafs Skúlasonar, vill fá áheyrn hjá kirkjuráði og fær það ekki fyrir löngu síðar. Hvað tók svona langan tíma? Það tók ekki langan tíma þegar bréf var stílað til kirkjuráðs. En þið vissuð af þessari ósk? Nei. Þessi ósk var sett fram við biskup í bréfi til hans og það kom síðar á borð kirkjuráðs. Það var að segja að biskup hafi setið á þessu bréfi og ekki veitt henni áheyrn og komið í veg fyrir að hún fengi áheyrn hjá kirkjuráði. Nei, ég skil það nú ekki þannig. Ég skil það þannig eins og þú orðað það. Já, ég vil segja að fyrir bara alveg svo það var næstum ógjörningur fyrir mig að trúa þessu. Að þá í rauninni 2 mál að koma upp, annars vegar mál Sigrúnar og hins vegar dóttur biskup sem svo óskaplega miklu alvarlegra og átakanlegra. Og þá það ekki lengur spurning í rauninni að Ólafur hafi verið kvensamur heldur alvarlega veikur og í rauninni afbrotamaður. Og ég vil bara segja við þig, ef að þú værir biskup og að auki biskupssonur, hvernig þú í rauninni ættir að geta tekið á því að biskup væri sá sem í rauninni dóttir hans var að tala Hvort að það hafi í rauninni verið gerlegt að taka á móti því. Ég get ekki sett mig í hans spor. Það sem ég get hins vegar séð að menn hafi ekki tekið nægilega vel á máli núna. 14 árum eftir að þau koma upp, þá kemur biskup fram og getur ekki einu sinni sagt í fyllstu einlægni, ég trúi Sigrúnu Pálínu. Ég trúi þessum konum. Og ég spyr á meðan að nú þessi sannleiksnefnd kirkjunnar að skoða þessi mál og vantar skila niðurstöðum í nóvember. Eðlilegt að biskup sitji á meðan þessi sannleiksnefnd að störfum þegar hann bendlaði málið eins og raunbevitni? Já, það ekki alveg rétt sem þú segir að sannleiksnefndin tillaga kirkjuráðs til kirkjuþings sem kemur fram saman í nóvember. Og það þessi sannleiksnefnd sem vinna að því að koma öllum þessum málum upp á yfirborðið og leyna engu og eins og nauðsynlegt
og það hefur sinn gang og í rauninni... En ertu sammála því að biskup sitji og ertu sammála viðbrögðum biskups? Já, ég skil erfiðleika biskups að í rauninni að standa frammi fyrir því að segja í einu vettfangi með stuttum aðdraganda ég trúi. Þannig að þú styður þennan biskup til þess að sitja áfram í embætti? Ég skil þessa afstöðu biskups hvað þetta hefur verið erfitt því að ég reyndi það sjálf. Svarar ekki alveg spurningunni séra Halldór? Nei, ég ætla ekki að svara henni betur. Styðurðu séra Karl til þess að sitja áfram í þessu embætti? Ég styð Karl til þess að takast á við þetta viðfangsefni sem ekkert minna en það að þetta erfiðasta viðfangsefni kirkjunnar sem hún hefur mætt frá siðaskiptum. Ég spyrði enn og aftur, styðurðu séra Karl í því að sitja áfram í þessu embætti? Ég styð hann til þess að takast á við þetta viðfangsefni og treysti því að það sem hann tekur ákvörðun að gera, það sé rétt. Mig langar að velta öðru upp og það mál sem að tengist þér að miklu leyti, umræðan hjónaband eða hjónavígslu samkynhneigðra til jafns við gagnkynhneigða. Gengur þetta ekki fyrst og fremst út á bara hina hreinu og tæru ást þegar fólk kemur stendur frammi fyrir prestum og biður að vígja sig? Já, nú ertu góður sko, þegar þú talar ástina og það alveg rétt. En það önnur tilfinning sem alveg við hliðina og það trúin. Og bensku trúin sem við í rauninni berum alla ævi. Trúin þegar í rauninni foreldrar kenna okkur faðir vor og fara með signingu. Sem grunnurinn að því sem við erum með alla ævi. Hvað með umburðarlyndið? Og ég má halda áfram. Vegna þess vegna þess að þegar maður kallaður til þess að verða prestur út frá ákveðinni trú og ákveðinni lífsreynslu handleiðslu og blessun, að þá það ekki til í rauninni, þá ekki hægt að ræða það eins og í pólitík. Þá stendur maður á trú sinni og sannfæringu og þegar maður sem prestur vígir hjón og helgar þau á ákveðin hátt og erum þá náttúrulega afskaplega nálægt kaþólskri trú. Í lúterskri kirkju hjónabandið ekki sakramenti en hjá kaþólikum, en það afskaplega nálægt í hjá okkur vegna þess að hjónabandið vígsla og þarna takast á þessi sjónarmið og þetta voru við í rauninni að takast á prestastefnu aftur og náðum síðan niðurstöðu með samkomulagi og ég var sammála staðfestri samvist og þeirri blessun sem að við prestar samþyktum að myndum bera fram við samkynhneigða, en í þeim lögum var líka ákvæðum það að prestar hefðu heimild til þess að standa ekki frammi fyrir því. Þetta var sett fram gagnvart lögunum hjónaband að það væri algjörlega það sama. Það fékkst ekki samþykkt að vera með þá heimild. Þannig að þarna ríkisvaldið að fara inn á kirkjuna og lögbinda gjörning sem að í rauninni ekkert ríkisvald gæti gert gagnvart kirkju. Því að þó að við séum að gera þetta út frá jafnrétti, þá getur maður og kona aldrei verið jöfn. Þá koma einmitt upp 2 álitamál sem hafa verið mikið í umræðunni. Í fyrsta lagi reyndar þegar að Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra segir, hún hafi íhugað að segja sig úr þjóðkirkjunni. Og það ekki síst út af þessu máli og síðan biskupsmálinu, hvernig haldið hefur verið á því. Hver viðbrögðin við þessum orðum forsætisráðherra? Ég náttúrulega bara mjög hissa. Hvers vegna? Og ég líka hryggur vegna þess að það eitthvað að í samskiptum ríkis og kirkju, þjóðkirkju, að forsætisráðherra geti sagt þessi orð. Hvað áttu þið með? Já, við með því að þá skilur forsætisráðherra ekki stöðu þjóðkirkjunnar í þjóðfélaginu. En hún þá ekki að hvetja í rauninni til þess aðskilna? Já, þá skulum við aðeins ræða það hvað aðskilnaður milli ríkis og kirkju þýðir. Ef að kirkjan svona sterk og hefur svona marga fylgjendur og áhangendur, hún ekki alveg jafn góð og sterk án þess að vera undir ríkisvaldinu?
hún sterk vegna þess að þjóðin kristin. Kirkjan ekki prestarnir, kirkjan samfélag kristina manna. Og hvar okkar kristna trú? Hún í barnatrúnni. Hún í þeirri trú sem við eignumst heima hjá foreldrum okkar. Og kirkjan hlúir síðan að með skírnarathöfninni og fermingunni og síðan hjónavíslunni og síðan jarðarförinni sem hjá okkur sér íslensk og hvergi annar staðar eins. Messa og í stóru dagblaði, morgunblaðinu, hvergi annar staðar í heiminum þessar minningargreinar. Og ef við tölum það allt þetta gæti verið án þess að kirkjan heyrði undir ríkið. Já. Þetta hverfur ekkert við. Nei, ég ekkert að tala, ég ekki að flytja varnarræðu, ég bara að segja að kirkjan okkar á Íslandi afskaplega sterk. Langar að koma inn á annan hlut. Þú vaktir athygli þegar þú stóðst upp á landsfundi sjálfstæðismanna í sumar. Þar vildur að ákveðnir einstaklingar myndu víkja eða flokkurinn hreinlega vikið þeim sem höfðu þegið háa styrki eða voru strikaðir út í sveitarstjórnarkosningum. Og þannig voru nefndir sérstaklega til sögunar Gísli Marteinn og síðan Guðlaugur Þór. Já, ég verð að segja að formaður flokksins eða forystaflokksins sem treysti sér ekki til þess að fylgja eftir landsfundarsamþykkt, hún hefur ekki stuðning baklandsins í flokknum. En þá ertu að segja í rauninni að stjórnmálamenn séu að venda hvern annan og það lýsir sér ekki síst í þessu. Já, formaður sjálfstæðisflokksins verður að hafa burði til þess að segja hlutina. Hann getur jú sagt að ef alþingismenn hlýða honum ekki, þá allavega það þeir flokksmenn sem kjósa flokkin næst, sem skera úr það hvort þeir fái brautagengi á ný. En þetta sem að gerast í dag, það svo ótrúlegt og það bara verið að eyðileggja þennan flokk, sjálfstæðisflokkin, sem að ég hef fylgt í baklandi. Séra Halldór, takk fyrir komuna. Návíjar lokið í kvöld. Ég minni á netfangið návíjar.ruv.is. Við sjáumst eftir viku. Verið sæl.